Illugi, til orustu, þú ert að skrifa sjóhernað við Ísland í stríðinu. Já, ég hef verið að skrifa undanfarin ár sjóslys og hitt og þetta við Íslandsstrendur og held í raun og vera áfram þarna. Þannig fjallað alls konar slysfarir og þess aftar á íslenskum skipum eins og Þormóðslysið, þar sem að stór hluti bíldælinga fórst í einu lagi hérna út á Faxaflóa, og njósnaskipið svo kallaða Arctic. En þarna svona víkka ég líka frásögnin út og fjalla miklu meira en áður sjóhernaðinn við Ísland, og Ísland var ákaflega mikilvægur staður í seinni heimsstyrjöldinni í sjóhernaðinum á öllu Norður-Atlantshafi, og hér gerðust svakalegir hlutir út af ströndum Íslands og á öllu Norður-Atlantshafinu. Og þetta ég sem sagt að fjalla á dálítið breiðum grundvelli og svona rek dálítið sjóhernaðinn og jafnvel gang stríðsins yfirleitt í þessari bók. Þetta eru miklar stríðs- og örlagasögur sem mér finnst að við eigi að halda til haga. Hvar voru mannskæðustu orusturnar háðar? Grindin í þessari bók er orusta sem var háð út af Noregsströndum á annan í jólum 1943, sem var eiginlega síðasta svona stór orustan sem háð var með þessum stóru fallbyssuskipum, orustuskipunum. Þar áttust við breskt orustuskip og þýskt, og það breska var að koma frá Akureyri og Bretar höfðu lengi stefnt að þessari orustu, og þessi orustu er svona þráður í gegnum bókina þegar verið er að reyna að koma henni á eða svona lokka Þjóðverja í gildru, og ég fann þarna upplýsingar einn af skipverjunum á breska orustuskipinu sem hafði mikil og náin tengsl við Ísland í áratugi, og svona þessi orusta út af norðurhöfða Noregs er svona grindin eða ramminn í kringum bókina. Þú hefur lengi verið með herskipadellu. Já, ég hef verið með herskipadellu síðan á unglingsárum. Manstu ekki eftir öllum herskipabókunum sem að ég átti þegar ég var táningur. Ég þurfti að byrja á því þegar ég fór að skrifa þessi bók að kaupa þær bækur allar aftur. Ég hafi glatað þeim einhvers staðar á leiðinni. En já, ég veit svo sem ekkert af hverju ég fekk áhuga á þessu þegar ég var unglingur, en það hefði sjálfsagt getað verið hvað sem við annað. Það er svona eitthvað stór og mikil og þung dramatík við herskipin á þessum tíma. Það er ekkert hægt að neita því. Gráskrokka fallbyssuskip, þetta er tilkomi mikið, svona þó þetta séu morðtól. Svo varstu reyndar sjálfur á varðskipi. Ég var á varðskipum í 3 ár og fannst það afskaplega gaman, og finnst ég maður að meiri að hafa verið á varðskipunum. Ég var reyndar ekki í hópi helstu hetjana þar, ég var lengst af messagutti, en svo náði ég því í lokin að fá starfsheitið viðvanningur, og held að ég sé einn af síðustu mönnunum í gæslunni sem að voru kallaðir viðvanningar. En þetta var afskaplega skemmtilegt, og mér finnst fátt skemmtilegra heldur en að hitta gamla félaga frá varðskipsárunum. Ég náði því að þegar ég var á Ægi eitt sumari þá skárum við á togvírana á þýskum togara. Það var svona mitt helsta afrek á þessu sviði. Þú meiri kappi en ég hélt í lífi. Já, ég gerði nú afskaplega lítið, ég hitaði bara kaffi.